Útvarp Reykjavík, klukkan tvíhöfði. Já, komið sæl og blessuð kæru útvarpshlustendur, já, hér heima sem á miðum. Já, hvernig með svona Kanaríeyjar og svona, getur þeir Það spurning, það gæti verið að Kanaríeyjar næðu okkur í gegnum einhvers konar tækni, en hvort búið að finna hann upp, veit ég ekki. Við erum sem sé, þetta er greiðlega merkileg stund hér í útvarpssögunni að eftir að ríkisstjórnin fundaði lengi vel og komst að þeirri niðurstöðu að best væri alfarsællegast væri að við kæmum í loftið hér á ríkisútvarpinu. Það var svona ákveðin þrýstingur líka búin að vera lengi innan ríkisstjórnarinnar. Já. Það er þarna ákveðinir aðilar sem að hafa beðið að vera ekki nafngreindir, en sem að hafa lagt mjög hart á að samstarfsfólki sín í ríkisstjórn að innleiða tvíhöfða. Já. Þannig að búið að vera lengi töluverður þrýstingur, sko, sem ég hef heyrt svona utan að mér, sko. Já. Nú, það var búið síðan náttúrulega fengum við símtöl frá æðstu ráðamönnum. Jú. Hún er vanur því. Já, þannig að það er búið svona liggja í okkur. Já. Svona í nokkra mánuði, áður að við svona ákveðum að slá til núna kringu þessi áramót. Já. Eins og það Þorgerður Katrín hringdi, þetta fræga símtal. Já. Og hann hringdi í mig. Ég hélt hún væri bara, sko, ég spurði bara, ertu drukkin? Það var fyrsta sem ég sagði, sko. Já. Og hún sagði nei, og bláedrú, og þá var þetta mál fyrsta svona kom upp, sko. Þá fékk ég svona ávinning af þessu, hvað þetta væri umtalað, sem sagt, hjá ráðamönnum. Já. Hvað vantaði tvíhöfða. Einmitt. Og hún kom líka með eitt punkt sem að ég hafði ekki einu sinni hugleitt, sko. Hún var að segja, sko, benda mér á hvað tvíhöfði var mikið aðhald fyrir valdhafa. Já, akkurat. Það sko, þetta var bara svo 5. valdið, sko. Akkurat. Og hafandi ekki þetta í loftinu í 2 ár á öldum ljósvakans hefur náttúrulega, má segja hafi verið einhver mesti niðurlægingartími, ekki bara þjóðarinnar allar heldur ríkisstjórnarinnar. Kárahnjúkar til dæmis. Já. Þú veist, þetta hefði aldrei gerst ef við höfum verið í loftinu. Nei, akkurat, sko. Herinn farinn. Já. Herinn hefði aldrei farið ef við höfum verið í loftinu. Nei, þeir gáfust upp þegar, sem sagt, eftir marga fundi með ríkisstjórninni að, sem sagt, verður ekkert meira tvíhöfði. Will Doublehead not be on the air? Og svo bara fengu þeir bara endanlegt nei, líklega ekki. Þá bara pökkuðu þeir saman og fóru. Já. Og þannig að, jú, og ég vil sjálfsög þakka öllu þessu góða fólki fyrir að sameinast þessa ákvörðun. Já. Mér langar líka persónulega að nota þetta tækifæri og þakka biskupi Íslands fyrir hans hluti í þessu máli. Já. Og hann hefur lagt á sig ómælda vinnu, endalaus fundahöld og samningaviðræður. Já. Þar sem hann hefur talað okkar máli við ýmsustu aðila og ég vil bara þakka honum mjög vel fyrir hans bara miklu vinnu. Ég vil líka þakka honum fyrir þetta og allt þetta fólk, þetta góða fólk, það er náttúrulega dómsmálaráðherra Björn Bjarnason. Björn Bjarnason er líklega maðurinn sem á skilið mestan heiður. Já, það má kannski segja það, hann er svona kannski fremstur meðal jafningja í þessum hópi. Já. Hann sem sé átti mestan þátt í því að þetta yrði, hann hringdi oftast í okkur. Já, jú, hann er búinn að skrifa mikið okkur á heimasíðunni sinni. Akkurat. Og hvað hann hefði gaman að tvíhöfða og hvað hann myndi vilja sjá hann aftur og eitthvað svona. Já, þetta var orðið hálfgert svona tuð fyrir mér. Þetta var bara, þú veist, ok, síminn er að hringja, Sigurjón, síminn, já, er það Bjössi aftur? Og, þú veist, já, það var alltaf hann. Kallar hann Bjössa? Börnin mín voru farin að kalla hann Bjössa. Já, Bjössa frænd. Já. Þetta var orðið svo mikið, sko. Já. En nema að þetta hefur allt saman, sem sagt, tekist svona farsarlega með því að við erum staddir hér núna. Já. Og kannski áður við höldum lengra, sko, að við mögum ekki gleyma, þetta er alltaf svona, líka alltaf þegar ég fæ edduverðlaun, þá lendi ég alltaf í þessu. Já, saman hér. Að ég man ekki alveg hverjum ég á að þakka, sko. Þetta er alveg. Og svo maður með móral eftir á, sko. Innkaupastofnun ríkisins. Ég langar að
megum ekki gleyma því góða fólki því að ef ekki væri fyrir innkaupastofnun ríkisins þá hefðum við aldrei verið keyptir inn sko. Já, en við skulum heldur ekki gleyma Hagstofunni. Nei. Nú betri en enginn, það var nú reynst okkur betri en enginn. Já, það eru svo rosalega margir sem að lögðu hönd á plóginn. Höld, sko, ímyndaðir. Já, og við þurftum ekki að mæta á einn einasta fund. Við bara heyrðum að þessu, lásum þetta á björnbjarnason.is. Já, akkurat. En það sem að hefur áunnist líka það að það fólk sem að, það er stór hópur fólks, við erum að tala að minnsta kosti 100.000 manns, kannski eitthvað í kringum það, svona 20.000 sem að hafa aldrei fengið tækifæri til að hlýða á tvíhöfða í gegnum okkar löngu sögu og það er fólk sem að við myndum kalla landsbyggðapakk en það kalla sjálft sig landsbyggðafólk. Já, einmitt, meina fólki út á landi, einmitt. En það er fólk sem hefur bara þá lesið okkur í blöðunum eða þeir verða að horfa á edduveluna afhendingar og síðan svo þar og eitthvað svoleiðis. Já. Það er fólk sem hefur aldrei notið þess að hafa okkur í útvarpinu. Já. Þetta eru Ísfirðingar og fólkið á Súandafirði, Eskifirði og Raufarhöfn. Og nú er einhver kannski á Eskifirði, þetta er magnað. Nú er einhver á Eskifirði kannski hálfgrafinn í snjóskafl og með bara hjá loðnubræðslunni og allir í einhverjum svona gúmmígöllum og allir bara svona og myrkur og svona. Þá bara þetta hlusta á tvíhöfða. Hugsaði þér maður. Og ég hugsaði þetta sjálfur vegna þess að ég ólst upp á Ísafirði og þar sem að maður fór á mis við alls konar reykvísk menningarverðmæti. Já, akkurat. Vegna þess að það var ekki tækt að ná til þeirra. Nei, og það var ekkert Guggi Borg á þeim tíma. Nei. Það var ekkert svona Guggi Borg ferðir. Nei. En það var svo hallaríslegt þegar að flugleiðir fóru að selja svo Guggi Borg ferðir, sem sagt að fljúga með fólk í hópum utan af landi og koma með að treykja ykkur. Og það voru svo margir að koma, náttúrulega, þeir höfðu lesið tvíhöfða í blöðunum og séð okkur í sjónvarpinu vera að taka vettuvelunum með einhverju og komu hingað til þess að hlusta á tvíhöfða. Já, það var bara standard, það var farið í kringluna og hlusta á tvíhöfða. Nei, það var ekki tvíhöfða, það var helgar yfirleitt. Já, við vorum bara á virkum dögum, sko. Akkurat. En fólk út á landi, það vinnur svo mikið, sko, að það gerir engan greinamun á oft, þetta er mjög víða, sko. Já, það gerir ekki greinamun á helgi og virkum degi. Nei, það er eins og Vopnafirði til dæmis. Þar heldur fólk ofta þessi mánudagur, sunnudagur, skilur, en það er engin munur, af því að það er unnið alla daga þarna. Og náttúrulega á sjónum líka. Þegar fólk er á sjónum, það er engin dagamunur á sjónum. Nei. Það er ekkert vinn í dag, það er sunnudagur, sákar. Þú veist, það er loðna. Það er engin sunnudagsrúndur á sjónum. Nei, akkurat. Og það er loðna og þá er bara út með krókana. Já, og þar er einmitt komin stétt manna sem að hefur heldur aldrei haft tækifæri til að hlýða á okkur og það eru menninir á miðunum. Já. Það eru sjómennir. Já. Sjómennir maður sem að bera björg í bú og hafa, sko, og milli þess þeir eru að vinna, sko, og milli þess þeir eru að vinna, það er ekkert að gera. Nei. Og ég hef nú talað við marga sjómenn og ég hef aldrei haft þá ánægju að vera sjálfur sjómaður. Nei. Vegna þess að ég var mjög sjóhræddur, eða vatnsræddur. Já, vatnsræddur. Já, þú var flugræddur, eða ekki? Jú, líka sjóhræddur. Já, ok. Og en nú er ég hættur því. Já. Nú er ég bara loftræddur. Já. En ég hef aldrei þást að því áður. Nei. En það er alveg nýtilkomið. En þeir, sko, þeir eru að vinna og þá eru þeir bara að vinna. Þá er bara verið að draga netin. Já. Þú veist, og það er ahoi og allir draga, ahoi og þú veist, og er dregið inn. Og þá þarf allir að vera samtaka og menn gleyma allir tímanum, sko. Já. En síðan er frívakt. Og þá er ekkert að gera, skilurðu, nema og mörgum líður illa með heimþrá og áhyggjur og svona. Akkurat. Og er að bryðja líf. Já. Og það er vist mjög algengt, skilst mér, að sjómenn borði mikið líf og það róa sér niður. Og svo er náttúrulega horfa á klámsbólur og eitthvað svoleiðis, sko. Akkurat, það er nú það sem er það helsta sem að þeir hafa haft að gera á frívaktinu. Og nú er komið eitthvað svona til að fylla upp í þetta gap. Já.
Það er tvíhöfði. Já. Og nú geta þær hætt að bryðja lyfin og hætt að horfa á klámspólur, allavega í klukkutíma. Já, gert smá hlé. Og byrjað að hlusta á okkur. Kemur kallinn í brúnni og bara allir að horfa á einhverja bláa mynd og bara slekkur, tekur spólun úr tækinu og segir ekkert meira klám núna, strákar. Og hann hafði frívakt, segir eitthvað svona. Já, hlustuðu á þetta. Kveikir og þá er bara tvíhöfði. Við komið sælir, miðin við bjóðum landið og miðin velkomin í hlustendahóp tvíhöfða. Já, það er yndislegt. Og það er ekki þá það er þá bara það er við hæfi, svo sannarlega að opna síman og bjóða hlustendum að hringja inn hér. Við munum opna síman eftir örstutta stund en þangað til þetta hér. Ríkisstjórn Íslands í samvinnu við Ríkisútvarpið fagnar 7 ára afmæli árþúsundaskiftana með komu tvíhöfða fyrsta sunnudag á 9 ári. Já, kæru hlustendur, það er tvíhöfði hér og nú höfum við opnað fyrir síman og gaman að heyra í hlustendum hér á þessum fyrsta tvíhöfða þætti ársins. Góðan daginn. Já, blessaður. Já, blessaður. Blessaður, mestari, hvað segirðu? Herðu, ég segi nú bara allt ljómandi, þakka þér fyrir. Vá, maður, ég var að vakna, sko, Já. Og ég var næstu búin að sofa það með maður. Já, það er nú ekki seinna vænna en að fara á fætum núna, klukkan 2. Nei, maður er að byrja að vinna, sko. Já. Ég er að byrja að vinna á morgun, maður, og búin að vera bara jól og áramót og stuð, sko. Já, einmitt, já. Það er bara búið að vera, matur og súkkulaði og Já, einmitt. bjór og rugl, maður. Já, akkurat, það tekur tíma stundum að koma sólarhringnum í samtlag. Já, mér finnst alltaf svona eftir jólin, sko, að það hefði ekki átt að leyfa bjórinn hérna og síndi þetta er bara allt rugl. Já. Þú veist, maður er í þessu sulli og rugli, sko, og svo bara, Já. Ég er svona, það er búið að vera viðburðarík áramót hjá mér, sko. Já, hvað hefur nú svona helst drifið á þína daga í kringum áramótin? Það er svona maður, náttúrulega bara sull og, svona, maður eignast barn. Nú, já. Til hamingju með það. Er það þá með þessari stúlku sem að þú varst með þarna á? Já, konunni. Já, við erum komin í sambúð, sko. Já, til hamingju með það. Já, það er það. Hún er orðin, sko, 18. Hún er orðin 18 ára, já. Já. Já, akkurat. Hvað ert þú aftur gamall? Ég er 47 ára. Þú ert 47? 9 ára, 47, sko. Já, til hamingju með það. Já, það kann fyrir. En býtu, og hvað segiru? Og þið eignust barn, já, hvað núna? Já, það var nú svona hálfgert svona reiðarslag, sko. Það var nú svona, við vissum ekkert að því, sko, hún vissi ekkert að því, sko. Nei? Hún náttúrulega svona eins og veikur sem að hefur átt við svona ákveðið svona þyngdarvanda að stríða, sko. Já, einmitt, ég hafði heyrt af því. Það var svona einstaklingur sem vegur, sko, er ekki hærri en þetta, sko, sem er 1,57 eitthvað hæð, sko. Og vegur næri, sko, 200 kílóum, sko. Þú sérði ekki á svona einstaklingi ef hann er með barni, sko. Nei. Og hún var nú búin að fara, sko, í aðgerð, sko. Já. Svolítið svona stóra aðgerð. Út af svona þyngdarstjórnunar aðgerð, sko. Jaha. Og þannig að auðvitað fann hún eitthvað svona fyrir þessu, sko. Ég held að það væri bara eitthvað svona ónót út af aðgerðinni, sko. Já. Svo er það
svo var það bara á, sko, jóladagsmorgun, sko. Já. Þá, hún búin að vera á klósettinu alltaf morgunin, sko. Já. Hansi svona lögð, sko. Aha. Það er svona eins og vill gerast svona eftir að fólk er búið að taka hraustlega á því, sko. Já. Og við heldum þetta væri bara eitthvað svona, þetta væri svolítið aðgerðin, sko. Hún svona losaði hæðurnar og Já. svona hann þetta rinni allt beint í gegn, sko. Já. Svo bara kallar hún á mig, sko. Blessun inn með það og þá var hún bara með krakkan í fanginu. Já. Já, ég var bara sofandi, sko. Já. Já, ég var búið að taka hraustlega á því kvöldið, sko. Já. Þannig að þetta var svona ákveðið svona, þetta var svona jákvætt sjokk, svolítið. Já, það verður nú að segja það. En hvers kyns er barnið? Hvers kyns er það? Já. Býta eins? Já, þetta er strákur. Já. Já. Ok, strákur segir við. Já, þetta er strákur svona. Já. Þetta Svo er ég að byrja að kenna á morgun. Já, svo ertu að byrja að kenna, já. Já. Ég misti þetta kennsluréttindin, það rann út núna. Ok. Það rann út inn og... Jáhá. Og svona kennarasambandinu var ekki stætt á þessu lengur, ég menna hún er orðin þetta fullorðin og... Já. Og ég menna á við elskum hvort annað eins og við höfum alltaf gert í genið árin, sko. Já. En býttu, vildi kennarasambandið ekki að þú heldir áfram kennslu út af sambandiðinu við þessa stúlku? Já, það var svona einn helsta ástæðan, sko. Svo voru þeir með eitthvað svona við reyna náttúrulega að tína til ýmislegt annað, sko. Já. Þú veist, eitthvað ég ætti að gera, eitthvað fara í meðferð og eitthvað svona kjaftaði, sko. Ég meina, það er bara rugl, sko. Ég meina, ég hef alveg stjórn á minni drykkju, sko. Það er ekki vandamál, sko. Nei. Þú veist, ég hef aldrei drukkin í skólanum, sko. Nei. En, þú veist, ég meina, það kom bara eitthvað tilfelli það sem að ég, þú veist, á skólaballi, sko, það var svona eftir samrændaprófi. Já. Þú veist, það sem ég vildi bara vera með krökkunum, sko. Já. Þú veist, bekkur sem ég var búin að vera að kenna og það var eitthvað svona, þú veist, það er bara svona, þú veist, hvernig maður lítur á það, skilur þú? Akkur má ég meina, ég er fullorðinn, sko. Já. Þú veist, og ég má drekka eins og var svona spurning hvort það væri, sko, þú veist, eitthvað taktlaust að vera drekka með krökkunum, mér fannst það ekki, sko. Nei. Það var svona, þú veist, það er eitthvað tína allt til, sko. Já, en varstu mjög drukkinn þá? Við þetta? Nei, ég var alls ekki, sko, ég bara var búin að vera svo, þú veist, ég var ekkert búin að borða og ég var búin að vinna rosalega mikið, sko. Svo drakk ég eitthvað, þú veist, 1 eða 2 bjóra og bara, þú veist, og fekk bara örglega einhverja áfengiseitrun eða eitthvað, sko. Já. Og svona, ég finn neginn bara, já, þú veist, það var ekkert, það var bara meira, ég var bara veikur, sko, ég var alveg með hita og allt, sko. Já, var það þannig, já. Já. Og það var látið bitna á þér? Já, ég meina, þú veist, þetta er bara svona, það er allt tínt til, sko, það er svona persónulega óvild, sko. Já. Þú veist, fólk hefur bara, þú veist, það er alls konar, það er öfund og... Já. Og alls konar dút, sko. Já. Þú veist, og þá svíst fólk einski, sko. Já. Ég er að byrja að kenna á morgun. Já, það er frábært að þú ert þess að, og það í grunnskóla þá, eða? Já. Ok. Já. Og hvaða fög verður svona, nei, það er náttúrulega, þú ert þá bara að kenna nokkrum bekkjum svona. Já. Já. Ég er að bara að kenna nýtt fag núna. Já. Já, það er hérna lífsleikni, það er að kenna það. Jáhá. Og það er helviti gaman, sko. Já, það er spennandi fag. Já, ég er líka bara að tala þetta tungumál sem þessi krakka tala, sko. Já. Konan er náttúrulega þeirra aldrei og hún talar þetta tungumál við mig og... Já. Og svo heldur manni ungum, sko. Já, þér finnst það? Mér finnst, þú veist, bara eins og þegar ég er, sko, eins og bara, sko, þú veist, eins og ég fór í jólin, sko. Já. Tengdó. Já. Þú veist, og við erum ekki on speaking terms, sko. Nei. Já, neins og veist, ekki tengdafabbi, sko, hann talar ekki við mig, sko. Nei. Þá var ég að pæla þessu, veist, mér líður bara eins og ég sé 17, sko. Já. Þú veist, ég var að það, mér leið bara eins og ég væri bara sami gamli 17 ára strákurinn. Já. Það er svo skrítið, maður. Hvað er tengdapabbiðinn gamall?
Hann verður fertugur núna í vor. Jáhá. Já. Þannig að þú ert eldri en hann, þú ert 7 árum eldri en hann. Já, ég er tölvöld eldri en hann, sko. Já. Já. Og finnst þér það ekkert skrítið? Nei, mér finnst það ekki, sko. Það er mér líður svona inn í mér, sko. Já. Þú veist, ég er kannski, 46, 7. Já. Þú veist, á ytrabyrinu. Inn í mér er ég 17. Já. Þú veist, ég er alltaf sæðingarlega 17 ára strákurinn, sko. Já. Þú veist, og ég meina, ég hlusta á sem tónlist og... Já. Þetta er nú gamalt orðatiltæki, að maður er eins gamall og maður ásetur sér að verða. Já, akkurat. Og ég ásetur mér að vera bara 17, sko. Já. Þú veist, ég meina líka bara, þú veist, ég er að vinna með krakka. Já. Þú veist, á hverju ekki að vera krakki, á hverju ekki að, þú veist, viðhalda krakkanum í sér, skil. Ég er að vinna með þessu krakkum og, þú veist, ég er að hlusta á þessu sem er tónlist og þau og, þú veist, ég hef áhuga á sama og þau og... Já. En sem sagt, þið eignuðust barn þarna áramótin Skötuhjúin og hérna, en hún var aldrei vör við það á meðgönguna, hún væri sem sagt ófrísk. Nei, eins og ég segi, sko, svona einstaklingur skilur sem er svona vaxinn, sko. Hún verður ekki vör við það, sko, og það sést ekki utan á henni, sko. Já. Heyrðu, það er alveg frábært að fá að heyra í þér, langt síðan við heyrum síðast og hérna... Ég var alltaf að rifja upp, sko, veist, ég náttúrulega sá hann oft, sko, nakta, þú veist, ekki sá, þú veist, hún var ekkert með eitthvað meiri bumbu en svona, sko. Nei, einmitt. Hérna, ég þakka kærlega fyrir spjallið og innilega til hamingju með þetta og við ætlum þá að hleypa inn fleiri einstaklingum hérna í lofti. Það eru fleiri sem vilja heyra í Tvíhöfða svona í fyrsta þætti ársins og línan er opin og það er strax komin nýr hlustand á línuna. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Jæja, blessaður og sæll. Sæll og blessaður. Og velkomin í loftið. Þakkaði fyrir það. Jæja, hvað segirðu? Ég segi allt svona ljómandi fínt. Þetta er voða spennandi og skemmtilegt. Já. Að vera komin svona í loftið aftur. Já, virkilega gaman að fá ykkur félagana. Já, þakkaði fyrir það. Ég hlustaði mikið á ykkar þátt. Já. Já. Þá var ég nú götunar maður. Já. Já, við hlustuðum alltaf á ykkur. Já. Ég var með svona Walkman tæki. Já, sem ég stal af manni í miðbænum. Já. Til að geta hlustað á ykkur. Já. Og misti aldrei af þætti. Já, þú hefur sem sagt fram í rán til þess að geta hlustað á Tvíhöfða. Já. Virkilega, sko. Virkilega. Og hérna, eins og ég segi, ég var götunar maður. Já. Og svo náði ég að stramma mig af. Já. Og núna er ég algjörlega clean. Þú hefur sem sagt náð að snúa bakkusi. Já, ekki alveg bakkusi, sko, en öllu dópi, sko. Ég er alveg hættur öllu dópi. Já, en bakkus er eftir. Já, bakkus er eftir. Já. Ég hef hann svona, það er aðeins að ylja mér með honum svolítið nú. Ég skildi ekki. En það var ekki aldrei neitt vandamál hjá mér, sko. Já. Það var meira fíkniefni, sko. Já. En ástæða þess að ég ringi núna í þig. Já. Er svo að það var í fréttunum að þeir eru búin að skrúa þarna fyrir fjárframlög til Byrgisins. Já. Það fannst mér mjög leiðilegt að heyra á þessi aðför sem var gerð þarna Byrginu. Þetta er ljótt mál. Já. Þegar fjölmiðlar geta tekið sér svona bara dómsvald. Menn eru bara ákærðir og dæmdir og líflátnir bara í beinni útsendum. Já, fórst þú í Byrgið sem sagt til að leita að bót þennan meina? Já, ég fór í Byrgið. Ég var sko algjörlega úrkula vonar með allt mitt, sko. Ég fór hann í Byrgið og ég sko kynntist Guðmundi. Já. Og hann er mikill heiðursmaður. Já. Algjör heiðursmaður. Já. Og hérna,
hann til dæmis, hann dró fíkniefnin út úr enninu á mér. Hann bara lagði svona höndina á ennið á mér, sko. Já. Og bara æfti framan í mig, sko. Já. Bara út með þessi fíkniefni í Drottins nafni. Já. Og ég bara talaði tungum. Jáhá. Það kom allt í einu bara eitthvað framandi tungumál sem ég hafði aldrei talað áður. Já. Bara allt í einu byrjaði að gusast út mér, sko. Og ég fann hvernig, sko, fíkniefnin bara runnu út ennið á mér, sko. Já. En Bakkus hélt sér eitthvað fast, sko. Hann gleymdi að... En þú, já, Guðmundur hefur sagt reynst þér vel, en það nú, hann liggur undir miklum ásökunum. Já, líka ásökunum, segi ég. Já. Algjörlega. Og ég skal segja þér það, ég satt fundi, bæði í Fjölmenni og í Innrúmi. Ég var einn með Guðmundi margoft í herbergi, þar sem við sátum nálagt hver öðrum. Og jafnvel gerðist það á stundum að Guðmundur strauk mér höndina, handabakið eða strauk mér svona vangan. Já. En hann var aldrei var ég nokkuð tíman var við að hann hefði neinar kynferðislegar langanir til mín. Nei. Aldrei nokkuð tíman. Nei. Ég sá það ekki einu sinni, sko. Ég sé nú svona, nokkuð næmur fyrir svoleiðis. Já. Og ekki augunum á honum, augnaráði eða atferli eða tilburðum neinum. Já. Og aldrei hann nefndi við mig einhver að hann vildi flengja mig með bursta eða einhverju slíku. Ég held að þetta sé algjörlega úr laus við lofti gripið. Já. Jæja. Og ég var rætt þetta við félaga minn. Já. Sem hann er nú reyndar dáinn. Já. Og var Bakkus eða bráð. Já. En ég nefndi þetta við hann. Já. Og hann mundi heldur ekki eftir neinu tilfelli þar sem svona gerðist. Þannig hann getur náttúrulega ekki sagt frá því sjálfur í dag, en ég held að þetta sé algjörlega úr lausu lofti gripið. Algjörlega. Já, það er gott að fá fleiri hliðar á þessu leiðinlega máli. Já, þetta er uppspunni. Þetta er eitthvað sem er búið til í fjölmiðlum. Já. En við segjum, fjölmiðlar eru orðnir svo valdamiklir. Já. Er það ekki Baugur sem á þetta allt saman? Já, þeir segja það. Já. Og ef þú rekst utan í Jóhannes í Bónus eða einhvern með þessum köllum, þá ertu bara komin á svarta listan hjá þeim. Já. Og þá ertu bara strikaður út á kortinu. Það er ákæra, það er réttarhöld og það er dómur og þetta er bara eins og með Saddam Hussein. Já, það er bara svona. Ég þakka kærlega fyrir þetta. Það er gaman að fá nýja hlið á öllum málum og ég bara óskaði til hamingju með það að hafa náð því að sigrast á fíkniefnum, en við skulum vona að Bakkus... Og hamingju með að vera byrjað með þáttinn. Já, þakkaði fyrir það, vinnur. Takk. Og með því ljúkum við smásálinni að sinni, það er að segja við hleypum ekki fleiri hlustendum inn að sinni, það gæti hins vegar gerst seinna í þættinum. Frábær tilboð í Krónunni. Ungnautahakk á aðeins 399 krónur pakkin. Heill ferskur kjúklingur við 40% afslætti og góða súpukjöt á aðeins 499 krónur kílóið. Sparaðu stórt. Krónan. Takk. Takk. Takk fyrir að skila okkur báðum út í lífið á ný. Takk. Þú gætir lifað af alvarlegt lífið virðist óbærilegt. Endurhæfing á Reykjalundi byggir upp fólk eins og þig eftir sjúkdóma og slys. Við byggjum upp Reykjalund. Tryggðu þér miða á 1.000.000 króna vinningsmöguleika. Þú veist aldrei nema röðin sé komin að þér. Happdrætti SIPS fyrir lífið sjálft. Klinktilboð á McDonald's. Ís í bikar. 150 kall. Risa útsala í húsgagnahöllinni. Flott gjafavara og búsahöld frá Bótum og Són með 30–50% afslætti og alltaf 70% afsláttur á ljósum. Notaðu tækifærið og gerðu góð kaup. Húsgagnahöllin. Löður, miðstöð bílaunnenda,
Tvíhöfði, miðstöð útvarpslustenda. Já, kæru hlustendur, við erum hér enn. Sigurjón Kjartansson heiti ég og það er kannski rétt að þú kennir þig. Ég heiti Sigurjón Kjartansson. Já, líka. Já. Skemmtilegt, eitt höfuð. Já. Herðu, hérna... En þú heitir Sigurjón Kjartans, er það ekki? Já. Ég hef alltaf heyra þetta oftar og oftar. Já. Það er Sigurjón Kjartans. Já, ég let breyta nafni mínu. Já. Eftir að ég sá hvað Elli Ármanns var að gera það gott, þá let ég breyta nafni mínu í Sigurjón Kjartans. Er þetta ættanafn, Kjartans? Já, sjálfsög, og svo ætla ég að hafa setu og svona. Nei, herru, þetta er nú misskilningur eitthvað. En við ætlum núna aðeins að hringja núna til Þýskalands, þess ágæta lands sem við höfum nú hérna, oft á tíðum átt, gott samband við. Ég var stundum spurður að því hvað mér hefði þetta skemmtilegast í Tvíhöfða. Já. Mér fannst alltaf skemmtilegast og hefur alltaf fundið skemmtilegast í Tvíhöfða þegar þú hringir til Þýskalands. Já, þér finnst það svona skemmtilegt. Það finnst mér alveg bara. Ég ætla nú ekki að svíkja því að þessu sinni, því að ég langar að hringja mig til Þýskalands. Ég er hérna með þýskt orð sem er Matronbladsbarg, sem ég veit ekkert hvað þýðir. Það er bara bull. Já. City Hotel, Julie, hallo? Ja, guten Tag. Mein Name ist Sigurjón Kjartansson und ich will habe eine Matronbladsbarg zu mich aus das Zimmer. Okay, also wie nochmal? Ja, hast du eine Zimmer für mich und meine Matronbladsbarg? Okay, wie viele Personen sind Sie? Ja, ich wollen Sie aus das, hast das eine Zimmer zu Hause? Können Sie auch Englisch sprechen? Nein, ich spreche Deutsch. Okay. Hast du, ich will habe eine Zimmer aus das Hostel? Sie haben ein Zimmer hier. Ja, ist das ist deine Hostel München? Ja, und wie heißen Sie genau? Oder haben Sie eine Nummer? Ja, aber ich will habe meine Matronbladsbarg für mich. Kleinen Moment, ich verbinde Sie kurz. Aber, hallo. Jörg Simon, guten Tag. Ja, guten Tag. Mein Name ist Sigurjón Kjartansson und ich habe ein Zimmer. Hast du ein Zimmer zu das Hause? Kommt ganz auf das Datum an. Ja, ich will habe meine Zimmer mit Matronbladsbarg. Mit was? Matronbladsbarg. Ich verstehe kein Wort. Ja, aber ich bist eines schönen Mann und ich will habe eine Zimmer aus das Hostel München, mit meiner Matronbladsbarg. Matronbladsbarg? Ja. Was ist das? Das ist meine Matronbladsbarg. Ist das möglich für mich? Es kommt auf das Datum an und sagen Sie mir, was Sie möchten, wann Sie das Zimmer haben möchten. Aber ich will haben ein Zimmer für mich und meine Matronbladsbarg. Ist das möglich für mich? Nein, das ist nicht möglich. Nein? Nein, das ist nicht möglich, weil ich nicht weiß, was Sie von mir möchten. Habst du kein Zimmer? Ich habe ein Zimmer. Ich weiß aber nicht, wann Sie das Zimmer haben wollen. Sie müssen mir das Datum nennen. Aber ist das in der Hostel... Hallo? Ja? Ja? Ist das das Hostel München? Ja? Ja. Und kann ich habe ein Zimmer und für mich und mein Matronbladsbarg. Für Sie habe ich mit Sicherheit ein Zimmer, aber ich weiß. Sie müssen mir sagen, wann Sie das Zimmer haben wollen. Ja? Datum. Guter Mann, sagen Sie mir das Datum.
Ja, hast du ein Zimmer für mich? Ach, wissen Sie, das ist mir jetzt einfach zu albern. Tschüss. Jæja, hvað virðist þetta hafa skólast til hjá þjóðverunum? Já. Þeir svona voru ekki alveg tilbúinir að láta mig hafa herbergi með En skildur þú hvað hann var að spyrja því? Nei, hann var að spyrja því hvaða dagsetningu að vera að tala. Já, ok. Það var það sem að stóð í þeim, en ég var ekki með dagsetningu. Já, hann sagði, ég get ekkert gert fyrir þig. En hann var alveg tilbúin að láta mig hafa herbergi með Matronbladspark. Já, ef þú værir, sem sagt, getur sagt honum hvenar þú vildir koma, sko. Já, ok. Herru, en svo við höldum okkur nú viðkunnarlegu maður og við skulum ringi einhvern mann setni í hann. Já, við skulum gera það. Halda okkur við þennan ágæta mann. En við höldum okkur við Evrópu og Evrópusambandið, Evrópusambandsríkin og aftur höldum okkur við Þýskaland. Og því að þú ætlar að ringja núna til hérna Berlínar. Já. Og ræða nú við fólkið á ensku sem hinn dularfulli Mysterious Man. Viltu ekki bara gjöra svo og ætlum að skoða það hvort að þeir svara ekki þarna á Hotel Circus Berlin. Circus Hostel Guido, hello? Yes, hello. Do you speak English? Yes, I do. Yeah, good, yeah. I am wondering if you would have a room for me in the beginning of February. When do you want to come? I would... well, I can't really reveal that at the moment because I like to travel mysteriously, come mysteriously. So it would be in the beginning of February or something. Okay, and what kind of room are you looking for? A single room. I'll be traveling alone. So we have a single bedroom available from the 2nd of February. 2nd is great. And for approximately... well, as a matter of fact, I can't reveal the duration of my stay. I'd like to keep it mysterious or keep it a mystery. Yeah, this room, unfortunately, is only available for 4 nights. Until the 6th of February. Okay. And after that, the singles are already booked until the 12th of February. Okay, I see. Okay, and then I'll have to take it. But could it, within the hotel, could it remain a mystery? If people were asking how long I was staying, could that be confidential? Or? What do you mean? Well, I like to be mysterious. I want to travel in mysterious ways, or. Yeah. So for the following nights, at the moment we have only beds available in our dormitories. Yeah. That would be possible. Yes, that would be very nice. But and I think there will not be a problem, so you can decide it when you are here. Okay. Yeah, you see, I like to be a mysterious person, and I like to travel in mysterious ways and appear mysteriously. So. Yeah, so in that case, I would suggest just to take a bed in a dormitory. Yeah. And there will not be a problem, because I kindly ask for your understanding that it's not in that we don't want to make reservations for a single bedroom, even if it's the last one. Yeah. And we are not sure if you are coming and when you are coming. Yeah, you know, I'm coming. That's that. Yeah, but for a reservation, we need definitely your arrival date and even the arrival time. If you want to make a reservation for the single bedroom. Can I make a reservation time, that I'm supposed to be at the hotel, but then appear mysteriously, maybe before or after? Is that possible? If you will arrive on this day, yes, it's possible.
But if I... the day after or the day before? Or... No, that's unfortunately not possible. Not for the single bedrooms, because we only have 6 of them. Yeah. And we cannot make a reservation, keep the room, and then you don't show up. And we could have given the room away to other people. And that's unfortunately not possible. But sometimes, or mostly, I travel at night. I find it more mysterious to appear from the darkness. Is it possible if I reserve a room like at noon and then appear mysteriously the night before or in the... That's possible, yes. Yeah? You should just give us a quick call and then we can tell you what we have available and keep a bed for you. Okay, yeah. You see, this mysterious... to be mysterious is very important to me. I like to travel and I like to say that I have this strange ambience around me, mysterious ambience, and I'm sure I will lend the hotel a certain mysterious ambience when I move about. Is there a restaurant in the hotel? We have a small cafe in Okay. Hostel, yes. Yeah. So I might, if I would arrive suddenly, maybe the day before, I can sit in the cafe, or I can appear in the cafe mysteriously. No, the thing is, if you arrive here without a reservation, we almost always have a bed in our dormitories available. Okay. Yeah, we can't promise that, but it's normally the case that we have a few beds in our dormitories. Okay. And for this, you don't have to make a reservation. Okay, that's good to know. That's in my liking. It's kind of mysterious, but not so at the moment. But about the price for the room, I'm a known man. People know me, or people have heard of me. People, you might have heard of me, the mysterious man. And about the price, would I get a discount being who I am and being mysterious? No, unfortunately, we can't offer any discounts. No. But I would... just me being at the hotel would attract some attention, I suppose. And people would be asking or calling to the hotel and asking about me. Is it true that the mysterious man is staying at your hotel? So that wouldn't give me any discount, or... No, unfortunately not. I would of course lend the hotel a certain... mysterious ambience, a strange atmosphere. That would not give me a discount already. Well, at least it's a decision of our managers. Yeah. I don't think that there will be a discount. Okay, but can it be my staying at the hotel? Can it be a secret? So normally we don't tell any people about our guests who are staying here. Sorry? What? So we don't give out any dates of our guests. Okay. So, but can it be a secret within the staff of the hotel? If the staff is asking, who is this man? This person who's... No, we all have access to our booking system. Yeah. And my name and everything. Yes, correct. That's not so... That's yeah, well, not so in mysterious. Germany, it's law to pick up your personal dates, and I don't know how other hostels work with that, but I think it's always the same. Yeah, I know they have it on the hotels. I cannot stay at hotels because they don't have any mystery about them anymore, because everything is in computers, and you have numbers and pictures and everything. So, and I would be revealing my true identity if I was staying at a hotel, but the hostels, I think that... so, there's no hope for
for a mysterious man to travel in mysterious ways. Everything is in numbers and credit cards and yeah, but I like to be alone and be called if I would register it, if I would book, if I would rent a room, preferably a mysterious room. I would be I wanted to be called the mysterious man. I would not want to reveal my true name, because that would reveal my mysteriousness, and I wouldn't be that mysterious anymore. I think this will be a problem in Germany. So it's German law to have at least your correct name and your passport number. And without these dates, we can't make a reservation. Oh, exactly. Yeah. It's hard to be mysterious these days. That's true. Yeah. You know, I want to book a room as the mysterious man and nobody knows when I will arrive. And I will arrive in the night or the day after, or when people are having lunch or something, I will appear. I will appear mysteriously. Yeah, but as I said, it's unfortunately not possible with us, so we need a few dates at least, and you can of course show up whenever you want and have a look if we have a bed available, and if not, we can give you directions to other hostels. Okay. I think that's the easiest way. I will. Yeah. I'll probably have to take that chance. Yeah. I'll just appear mysteriously in the hotel lobby, and see if you have a available room. But then you can book me under the name, just Mr. Mysterious. Yeah, we can give you the nickname and tell all the people not your correct name, but we have to pick up your dates for our booking system. But that will be secretly, just between the two of us, or between me and between our staff and you. Yeah, okay. But and the staff would never address me with my real name. They would just call me Mr. Mysterious or Mr. Mysterious Man. If you want that, we can leave a message in your reservation that you would like to be the mysterious man, and then they won't tell your correct name. Yeah, I think mysteriousness is underestimated today. There is no mystery left in the world, so I try to do my best. Okay, then I wish you good luck. Yeah, I wish you... And perhaps we see you. Well, you might see me and might not. You never know, because we will see. I'm a mysterious man, you know. I appear mysteriously from nowhere. I can stand behind a fern or behind a wall, and suddenly I'm there, and a minute later I'm gone. Then take care. That's bye me. Bye. Yeah. Já, hann var einhvern veginn ekki alveg þarna í lokin, sko. Vildi hann bara losna við þennan mysterious man, sko. Já. En mér fallegt að heyra hvað þjóðverjar eru tilbúnir að þjóna. Já. Og vinna með manni. Akkurat. Í einu og öllu. Já, þeir eru mjög geðslegt fólk. En sem sagt, við eigum hér örfáar mínútur eftir af þessum þætti okkar, og það eru strax byrjaðar að berast hérna heilla óskir á ríkisstjórn Íslands er nú bara hérna með skeyti. Já, ætlarðu ekki að lesa það? Jú. Kæri tvíhöfði, velkomin við við hérna, kannski þú lesir þetta þessi. Ég sé þetta ekki, ég er ekki með gleraugun mín. Já, ég skil þig. Kæri tvíhöfði, við njótum þess að hlusta á ykkur. Já. Til hamingju með að vera komnir í loftið, ríkisstjórn Íslands, Geir H. Haarde. Já, það er hann sem skrifar undir þetta. Vá. Já, þetta er flott, ríkisstjórnin og allir svona ánægðir með okkur. Já. En þá er kannski ekki úr vegi á að fara að hleypa
fleiri hlustendum í loftið. Já. Við skulum taka okkur örlítla málkvíld á meðan ég fæ mér hérna vasklas og við hlustendum í loftið. Útvarp Reykjavík, útvarp Akureyri, útvarp Ísafjörður, útvarp Tvíhöfði. Löður býður upp á Tvíhöfða, því löður vill gera vel við þig. Já, komið sælir hlustendur góðir. Enn og aftur ætlum við að opna fyrir símalínuna, en það eru allar línur búnar að vera glóandi hér í allan dag. Jafnvel áður en við fórum í loftið, síðan 9 í morgun, segja konunnar á símanum hér. 9 í morgun byrjaði fyrsti hlustandinn að hringja og þannig að það er 1000 hlustenda að ræða sem að við veljum úr hvern og einn. Og það er heppinn hlustandi á línunni. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Jæja, komdu nú sæll og blessaður og hvað segirðu þá? Ég segi nú allt bara svona ljómandi fínt. Já, er það ekki? Jú. Já, ég líka. Já, þakkaði fyrir. Þú hérna, hvað hérna myndir þú vilja segja á þessari merku stundu? Jú, ég er bara svo rosalega ánægð með að þessi komnir aftur í loftið. Já. Já, mér finnst það alveg frábært. Þakkaði fyrir það. Og nú styttir þetta sunnudagana hjá manni. Já. Og sannarlega. Já. Núna sko, núna get ég hitað mig upp og orðna barnabörnin koma til mín. Já. Þau koma nú alltaf til mín seinni partinn. Já. Og kíkja á kellinguna. Já, einmitt, akkurat. Og þá er ég nú búin að hita mig aðeins upp með Tvíhöfða. Já. Og það er nú ekki amalegt. Nei, það er nú alveg frábært að heyra það. Já. Hvernig hefur þú eitt sunnudögunum hingað til? Ég hef nú bara svona tekið í rólega. Já. Já, ég hef byrjað daginn á göngutúr. Og þá tek ég góðan göngutúr gamla Vesturbæinn. Já. Já, og svona, þannig held ég mér í formi. Ég er ekki að fara í líkamsræktarstöðvarnar eða neitt svoleiðis. Já. Amma kemur nú lítið þangað. Nei, einmitt. Hún heldur sér ungri með gönguferðum. Já. Já, og svo kem ég heim og þá fæ ég mér nú kaffisopa og kíki kannski aðeins í blöðin. Já. Og svo á ég nú til að afklæðast og fara í sjóðandi heitt freyðibað. Já. Já. Og þá lauga ég líkama minn í sjóðheitu vatni og mjúkri sápu og ilmóljum. Já. Já, strík mér allri fram og aftur og er hrein og fín þegar og búin að bera á mig krem og ilmefni og aðeins að laga til á mér hárið og verður barnabörnin koma. Já. Nú geti nú bara leið í baði og hlusta á Tvíhöfða. Já. Verður það ekki næsta bara? Já, hlusta á Tvíhöfða í baði. Já, það væri nú skemmtilegt að vita því. Mikið ofsalega var ég ánægð með skaupið. Já. Alveg ofsalega ánægð. Gaman að heyra það. Og sérstaklega meðan Jón Gnarr. Já. Hann er nú alveg stórkostlegur maðurinn. Já. Ég hló svo mikið að ég bara hreinlega pissaði á mig. Já. Hvað sé? Það gerist nú ekki á hverjum degi að þessi kona pissar í buxum. Nei. Hún gerði það á gamlárskvöld. Já. Hann er alveg stórkostlegur. Já, hann... Finnst þér það ekki? Jú, mér finnst hann alveg. Já, mér finnst það líka. Dásanlegum hann Jón og hérna, hann þurfti nú aðeins að bregða sig frá. Já. Þannig ég segi honum frá því að þú hafir þú biður að heilsa, vendanlega. Vilt ekki smetla á hann kossi frá mér? Já, ég get reynt það svo sem. Þú gerir það nú ekki fyrir mig. Jú. Herðu, en til hamingju með þetta allt saman og þakka þér fyrir að hringja. Já, þakka þér, vinnur. Ég þarf að koma fleiri hlustendum að Já, auðvitað. Ég get nú ekki tekið allan tíman. Nei, ekki. Vertu blessuð. Já. Jæja, og við höldum áfram hér þennan litla tíma sem við höfum næst til hlustandi. Góðan daginn. Já, góðan og blessan. Góðan daginn. Ég vil byrja á því að flytja ykkur árnaðar óskir. Já. Ég er nú að hringja hérna utan af landi. Já. Og ég var nú hérna búinn að punta hjá mér
lítið bréf. Já. Vittu nú, einhver. Þú ert sem sagt hlustandi utan að landi sem ert að heyra í okkur í fyrsta sinn, vænti ég? Já, ég landsbyggðamaður. Já. Og, já, býttu nú við, hérna er ég með mig, ja. Í Hollandi er 1 hjól á hvern íbúa og 25.000 hjól fiskuð upp úr Síkjum, Amsterdam, árlega. Já, nei, þetta er ansi merkileg staðreind. Já. Það er nú punktað þetta hjá mér. Ég sagði þér 25.000 hjól á hverjum degi. Já. Þetta var nú ekki það sem ég ætlaði að, ég var nú með annan miða hérna sem ég punktaði niður þetta er orðið svo mikið að miðum sem ég punktaði hjá mér að Hvað segirðu? Eitthvað sem einhver skilaboð sem þú vildi koma til okkar? Já, ég var nú búin að punkta hérna ákveðna svona skemmtilega ég punkta hjá mér svona skemmtilegar staðreyndir og ég hef nú í hyggju að setja þetta saman í bók. Já. Býttu nú við, hérna er þetta. Já, athugasemd vegna upphafs tvíhöfða á útvarpi. Já, nei, þetta er gammalt. Er þetta gammalt? Já. Ok, það getur þá verið. Já, Kæru félagar. Já. Ég óska ykkur innilega, býttu nú við, innilega. Já. Til hamingju, er það ekki? Til hamingju. Þakka þér fyrir það. Þetta er uppkastað, ég er ekki. Já, en... Ég hafði punktað hjá mér. Einmitt. Herðu, ég held til miður að tíminn sé bara floginn frá okkur. Ég þakka þér alveg kærlega fyrir spjallið og því miður þá getum við ekki hleypt fleiri hlustendum að. Tvíhöfði þakkar kærlega fyrir sig og verið sæl við heyrumst í næstu viku. Tvíhöfði, hreinn og snirtilegur. Löður, hreinn og snirtilegur bílaþvottur. Tvíhöfði og löður, samstarf til framtíðar.